Ég held að það liggi nú alveg fyrir bara í framhaldi af því frumvarpi sem þingflokkur Framsóknarmanna stendur allur að við viljum leita leiða til þess að afnema verðtrygginguna og höfum lagt fram þrjár greinar tillögur um leiðir sem við teljum ástæðu til að skoða betur. Tilgangur Ólafslagana á sínum tíma var að verðtryggja sparifé landsmanna og almannasjóða. Það virðist vera að við höfum vissuleyti horft á þetta þróast út í að þetta eigi að setja halda utan á sparnað og jafnvel eins og koma fram fullyrðingar hér á þessu fundi að hvetja til sparnaðar. Ef við hins vegar horfum á staðreyndir en ekki kenningar að þá held ég að setja fullyrða að íslenskur almenningur hefur ekki sparað meira eftir að verðtrygging var sett á, heldur sparnaður íslensk almennings nánast allur lögþvingaður. Það sem hins vegar við höfum séð á undanförnum 20-30 árum alveg gífurleg aukning á skuldum heimila. Þannig að ef við horfum á þessar tvær staðreyndir að þá mætti frekar halda því fram að verðtryggingin hafi hvatt til þess að fólk taki lán frekar en að spara pening. Og ráðherrar hefur bent á að verðtryggingin lækkar greiðslubyrðina og gera það verkum með fólk það þá tilbúið til þess að taka lán til lengri tíma. Og þetta það sem ég tel vera mikið áhugjefni og við sjáum bara það að íslensk heimili í dag með skuldsettustu í heimi. Þannig og ég tel að með því að við breytum þessu lánaumhverfi að þá vonandi gera verkum að almenningur gerir sér betur grein fyrir því kostnaðinn við það að taka lán. Við höfum líka talað um það að hérna erum við að reyna að lækna einhver sjúkdómseinkenni. Við erum ekki að taka á orsök vandans og getur verið að einhver leyti sé orsök vandans gífurleg útlánaaukning og þessi óstöðuleiki í efnahagsstjórn sem við höfum verið að tala um. Það hefur verið bent á að útlán bankanna jukust 3450% áratuginn 1970 til 1979 þar sem við byggum mikla verðbólgu og síðan nánast sama hlutfall árunum 1980 til 1989 og síðan var áhugavert að skoða prósentöluna núna bara undanförnum árum. Síðan verð ég að segja það að mér finnst líka að það sé ákveðin trúarbrögð í kringum lífeyrissjóðana að við skoðum ekki kannski nógu vel þá staðreynd að raunávöxtun varð jákvæð 1984. Verðtrygging var hins vegar til staðar mun fyrr á markaði, bæði þá ríkistryggð spariskírteini og síðan höfum við heldur ekki velt fyrir okkur hvort að hversu stór hluti að ávöxtun lífeyrissjóðanna undanfarnum árum hefur verið að koma frá öðrum eignum en verðtryggðum skuldabréfum. Þannig að það hefur komið hér fram á fundinum að þetta hefur leitt til erfiðari hagstjórnar, að það erfiðara að stjórna efnahagsmálum landsins, stýrivextir virka síður og áhættan af verðbólgu fyrst og fremst lántaka. Þannig að ég legg til eindregið að við förum að hætta að styðjast við þessa hækju sem verðtryggingin og förum að takast á við orsök vandans verðbólguna. Takk fyrir það.